Takk kærlega fyrir, Daniel. Mjög áhugavert og sérlega áhugavert að sjá að samsetning ferðamannsins sé að breytast. Það að segja, eins og Daniel kom inn á, að ferðamaður sem að koma nú til lands að dvelja lengur og eyða meiru í hverri heimsókn. Við viljum jú að þeir komi hingað og kaupi þjónustu og spriði smá pening. En að sama skapi má leiða til líkur að höggið vegna falls WOW sé minna heldur en Svartsýni sem spár gerðu ráð fyrir. En næstur á svið Gústaf Steingrímsson, hagfræðingur og starfsmaður hagfræðideildar Landsbankans. Gústaf ætlar að fara yfir niðurstöðu könnunar sem hagfræðideildin útbjó og Capacent framkvæmdi í byrjun þessa mánaðar. Könnunin var send til 350 aðildarfélaga Samtaka ferðaþjónustunnar, þar sem aðildarfélögin voru spurninga snúa að rekstri þeirra, áhrifin af gjaldþroti WOW og væntingar þeirra til komandi missera. Svarhlutfallið var nokkuð gott, en af þeim 350 aðildarfélögum sem könnunin var send til voru 115 sem svöruðu. Yfirskrift erindis Gústafs gefur nú svona væntanlega vísbendingar niðurstöðu könnunar, erfitt ár en víða vöxtur og bjartsýni. Gjörðu svo vel, Gústaf. Já, góðan daginn. Mikið þetta fallegur hópur hérna í dag. Ég ætla að skipta erindi mín í tvennt. Ég ætla að fyrra fallinu að fjalla áhrif WOW eða áhrif af falli WOW og áhrif kjarasamninga á tekjuþróun og uppsögnir í ferðaþjónustu og í seinni hlutanum ætla ég að fjalla svona ýmsa aðra bitastæða hluti úr könnuninni. Þegar framlíða stundir verður ársins 2019 í ferðaþjónustu minnst sem ársins þegar WOW fór í þrot. Félagið myndaði stóran hluta þeirra loftbrúar sem að verið hefur til staðar milli Íslands og annarra landa á síðustu árum. Vitað var því að þrot þess myndi hafa veruleg áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Könnunin sýnir þó að tæplega 40% fyrirtækja í ferðaþjónustu telur sig ekki hafa orðið fyrir neinu tekjutapi vegna falls WOW. Þessi niðurstaða kemur eilítið óvart, en það verður að segjast að mat á þessum áhrifum ekki einfalt þar sem bæði gengisstyrking krónunnar milli ára og aukin neysla erlendra ferðamanna í þeirra eigin mynt eftir fall WOW kannast ekki að mati. Fall WOW dró mun meira úr komum Bandaríkjamanna og Kanadamanna en Evrópubúa, vegna mun hærri hlutdeildar WOW í flugi til og frá Bandaríkjunum en Evrópu. Áhrif falls WOW á fyrirtæki í ferðaþjónustu mun því hafa ráðist að töluverðu leyti af vægi Bandaríkjamanna og Kanadabúa í kunnahópi fyrirtækjanna fyrir gjaldþrotið. Annar áhrifaþáttur sem dró verulega úr fækkun erlendra ferðamanna var sú stefnubreyting Icelandair að auka vægi erlendra ferðamanna á kostnað skiptifarþega í sínu flugi. Áhrifin af falli WOW virðast hafa komið harðast niður á fyrirtækjum á Suðurnesjum, suðvesturhorninu segi ég. Þannig var hlutfall fyrirtækja sem varð fyrir tekjusamdrætti hæst á Suðurnesjum eða 90%, en næst hæst á höfuðborgarsvæðinu eða 78%. Á hinn bóginn hafa Austurland og Norðurland fundið minnst fyrir samdrættinum. Þannig fundu 44% fyrirtækja á Austurlandi fyrir samdrættinum en 42% fyrirtækja á Norðurlandi. Vægi gistinátta Bandaríkjamanna og Kanadabúa var lægst á Austurlandi og Norðurlandi á síðasta ári og hæst á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirfram voru Austurland og Norðurland því minnst útsett fyrir fækkun ferðamanna frá Bandaríkjunum og Kanada. Austurland og Norðurland eru þau svæði landsins sem hafa fundið fyrir langmestri aukningu gistinátta erlendra ferðamanna á hótelum á þessu ári en víðast hvar annars staðar hafa gistinætur dregist saman. Ekki nóg með að hlutfall fyrirtækja á Suðurnesjum sem fundu fyrir tekjusamdrætti væri hæst yfir landið, heldur var það einnig þannig að þau fyrirtæki á Suðurnesjum sem fundu fyrir tekjusamdrætti fundu fyrir meiri hlutfallslegum samdrætti að meðaltali en fyrirtæki annars staðar á landinu. Eftir undirgreinum ferðaþjónustunnar var hæsta hlutfall fyrirtækja sem fann fyrir samdrætti í gistiþjónustu eða 72%. Af þeim fyrirtækjum sem fundu fyrir samdrætti í tekjum var hlutfallslegur tekjusamdráttur einnig mestur í gistingu.
Vegna tekjusamdráttar af falli WOW var ljóst að einhver hluti fyrirtækja myndi þurfa að grípa til uppsagna. Hlutfall fyrirtækja sem þurfti ekki að fækka starfsmönnum vegna WOW var 72% og því þurfti rúmlega fjórðungur að segja upp einhverjum hluta starfsmanna sinna. Eflaust kann einhverjum að þykja það hlutfall í lægri kantinum, en til samanburðar var hlutdeild WOW í flugi til og frá landinu í fyrra 34%. Af þeim fyrirtækjum sem fækkuðu stöðugildum var fækkunin innan við 20% í 80% tilfella. Sé horft framhjá þeim störfum sem töpuðust hjá WOW sjálfu, má segja að áhrif fallsins á störf í greininni hafi verið fremur lítil og eflaust mun minni en margir telja. Hlutfall þeirra fyrirtækja sem greip til uppsagna eftir svæðum og undirgreinum ferðaþjónustu rímar vel við það hlutfall fyrirtækja sem fann fyrir tekjusamdrætti og sýnt var hér að framan. Hlutfall fyrirtækja sem greip til uppsagna var langhæst á Suðurnesjum, en 2 af hverjum 3 fyrirtækjum greipu til uppsagna og var það hlutfall 2-falt hærra en meðal hlutfallið yfir landið í heild. Hlutfall fyrirtækja sem greip til uppsagna á höfuðborgarsvæðinu var næsthæst eða 37% og áhrifin því víðtækust á suðvesturhorninu. Hlutfall uppsagna var hæst í gistingu og veitingasölu sem voru einnig þær greinar sem fundu hvað mest fyrir tekjusamdrætti vegna fallsins. Uppsagnir í gistingu voru hjá 37% fyrirtækja en 31% í veitingasölu. Hlutfallið var lægst í afþreyingu eða 12%. Rauði þráðurinn í kjarasamningunum í vor voru krónutöluhækkanir sem höfðu þó áhrif að hækka lægstu launin hlutfallslega mest. Töluverður fjöldi starfa í ferðaþjónustu er undir meðallagi launa í landinu og því má ætla að ferðaþjónustan hafi fundið mun meira fyrir þessum kjarasamningum en margar aðrar atvinnugreinar. Margir höfðu haft áhyggjur af miklu launahækkunum en niðurstaða kjarasamninga var fremur hófstillt. Því kemur það nokkuð á óvart hversu hátt hlutfall fyrirtæki í ferðaþjónustu taldi sig þurfa að grípa til uppsagna vegna þeirra, en 46% eða tæplega helmingur fyrirtækja til þess að hafa þurft að segja upp einhverjum hluta stöðugilda vegna kjarasamninga. Til samanburðar var hlutfall fyrirtækja sem greip til uppsagna vegna falls WOW mun minna eða 28% og áhrif kjarasamninga á uppsagnir því mun víðtækari en að falli WOW 40% fyrirtækja töldu sig þó ekki þurfa að grípa til neinna aðgerða vegna kjarasamninga. 1 af hverjum 6 fyrirtækjum hækkaði verð á vöru og þjónustu til að mæta kjarasamningum, en hér gátu fyrirtæki hakað við fleiri en einn möguleika. Einhver hluti hefur því vafalaust gripið til fleiri en eins af þessum kostum. Hlutfall fyrirtækja sem greip til uppsagna vegna kjarasamninga var hæst á höfuðborgarsvæðinu, eða 56%. Segja má að höfuðborgarsvæðið hafi skorið sig aðeins frá hinum svæðunum að þessu leyti. Hlutfallið var lægst á Austurlandi, eða 30%, og má segja að Austurland hafi skorið sig þarna jákvætt frá öðrum svæðum. Rétt eins og í áhrifum af falli WOW voru hlutfallslega flest fyrirtæki sem gripu til uppsagna í veitingasölu og gistingu, en rúmlega helmingur fyrirtækja í þessum greinum greip til uppsagna. Í öðrum greinum lá hlutfallið mun lægra eða á bilinu 28-31%. Eftir að hafa styrkst á milli ára á hverju ári síðan 2012 stefnir í að þetta verið fyrsta árið þar sem krónan veikist milli ára. Á fyrstu 8 mánuðum ársins var gengisvísitalan 8,6% hærri en að meðaltali allt árið í fyrra og stefnir því í dágóða veikingu. Verandi útflutningsgrein skipti gengisþróun ferðaþjónustunnar miklu máli. Fyrirtækin voru einnig spurð að því í könnuninni hvað þau teldu skipta mestu máli á þessu ári. Það kemur ekki á óvart að flest þeirra eða 56% sögðu gengismálin skipta mestu máli. Væntingar ferðaþjónustunnar eru á þá leið að 44% telja að krónan veikist á næstu 12 mánuðum. Það eru 11 sinnum fleiri en þau fyrirtæki sem telja að hún muni styrkjast. Flestir eða ríflega helmingur þó á því að krónan verði stöðug og veikist hvorki né styrkist.
Samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar hefur að miklu leyti farið í rétta átt á þessu ári og má þar helst nefna þá veikingu sem orðið hefur á krónunni frá því í fyrra. Þessu tengt hefur verð á hótelgistingu mælt í erlendri mynt lækkað töluvert hér á landi það sem af er ári. Líklega má rekja það bæði til minnkandi nýtingar en einnig veikinga krónu. Samkeppnishæfni snýr að töluvert miklu leyti af verðlagningu þjónustunnar gagnvart erlendum ferðamönnum. Í ljósi þess að fyrirtækin búast almennt við veikari krónu kemur örlítið á óvart að flest fyrirtæki að tæplega helmingur þeirra býst við veikari samkeppnishæfni á næsta ári. Burtséð frá fækkun erlendra ferðamanna þessu ári er mikil fjölbreytni í rekstri, þjónustu og viðskiptamannahópi íslenska ferðaþjónustufyrirtækja og því þarf ekki að koma á óvart að ýmist geta fyrirtæki verið að vaxa á þessu ári, standa í stað eða draga saman. Flest fyrirtæki telja sig þó verða fyrir tekjusamdrætti á þessu ári eða 40%. Fjórðungur gerir ráð fyrir óbreyttum tekjum og þriðjungur gerir ráð fyrir aukningu. Meiri bjartsýni ríkir fyrir næsta ár. Þá gera flest fyrirtækin eða 44% ráð fyrir aukningu, þriðjungur telur að tekjurnar verði óbreyttar og 50% gerir ráð fyrir samdrætti. Ríflega tvöfalt fleiri gera því ráð fyrir tekjuvexti en þeir sem gera ráð fyrir tekjusamdrætti. Væntingar aukinn tekjuvöxt haldast ágætlega í hendur við væntingar frekari veikingu krónunnar eins og sýnt var hér á glæruna á undan. Yngstu fyrirtækin eða 0-3 ára gera ráð fyrir marktækt meiri vexti á næsta ári en hópar eldri fyrirtækja. Einnig búast fyrirtækin við meiri vexti eftir því sem þau eru veltuminni og fámennari. Mikil fjölgun erlendra ferðamanna á síðustu árum og áratugum hefur stöðugt aukið vægi erlendra ferðamanna í tekjum íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja. Sem dæmi voru gistinætur erlendra ferðamanna 73% allra gistinátta á hótelum hér á landi árið 1998. Í fyrra var þetta hlutfall komið upp í 89% og hefur það því vaxið 16% stig á þessum 20 árum sem liðin eru. Flestir, eða rúmlega helmingur fyrirtækja, segir þó að 90-100% af sínum tekjum komi frá erlendum ferðamönnum. Yngstu fyrirtækin eru þó mun háðari erlendum ferðamönnum en hópar eldri fyrirtækja. Ekkert fyrirtæki milli 0-3 ára fær minna en 80% tekna sinna frá erlendum ferðamönnum. Eftir því sem fyrirtækin eru fámennari, þeim mun hærra hluta tekna sinna fá þau frá erlendum ferðamönnum. Í allri umfjöllun íslenska ferðaþjónustu og hversu mikið hún er útsett fyrir þróun og samsetningu erlendra ferðamanna gleymist oft að innlendir ferðamenn eru víða mjög mikilvægur hópur í rekstri ferðaþjónustunnar. Að einhverju leyti er þetta þó svæðabundið og er hlutfall gistinátta Íslendinga lægst á höfuðborgarsvæðinu en eykst eftir því sem lengra er farið frá höfuðborginni. 1 af hverjum 7 fyrirtækjum fær meira en helming tekna sinna frá innlendum ferðamönnum og er það ein af skýringum þess af hverju fall WOW hafði ekki meiri áhrif á tekjur ferðaþjónustunnar en raun ber vitni. Aðspurð lánsfjármögnun segjast 3 af hverjum fyrirtækjum í ferðaþjónustu vera eingöngu með lán í krónum. Af þeim fyrirtækjum sem eru með einhvern hluta sinna lána í erlendri mynt er ríflega helmingur með á bilinu 1-40% lána sinna í erlendri mynt. Einungis 5% fyrirtæki eru með mestallt eða á bilinu 81-100% í erlendri mynt. Sé litið til lánsfjármögnunar eftir veltu sést að einhver lánsfjármögnun í erlendri mynt er víðtækjar eftir því sem fyrirtækin eru stærri. Einungis 16% fyrirtækja með undir 100 milljónir króna í ársveltu eru með einhverja erlenda lánsfjármögnun. Hlutfallið er fjórðungur hjá fyrirtækjum með veltu á bilinu 100-500 milljónir króna og 42% yfir 500 milljónir króna. Hæsta hlutfall fyrirtækja sem var með einhvern hluta sinna lána í erlendri mynt eftir svæðum var á Suðurnesjum eða 50%. Lægsta hlutfalli var á Norðurlandi eða 23%. Aðspurð vaxtarmöguleika sína til allra næstu ára eru rúmlega þriðjungur af því að þeir séu miklir en 23% á því að þeir séu litlir. Helmingi fleiri eru því á því að möguleikarnir séu miklir en að þeir séu litlir. Flestir eru þó á því að vaxtarmöguleikarnir séu í meðallagi eða 43%.
Það kom ekki á óvart að væntingarnar væru bundnar við aldur, fjölda stöðugilda og veltu fyrirtækja. Þannig voru yngri, fámennari og veltu minni fyrirtæki almennt sér bjartsýnni á vaxtarmöguleika næstu ára en eldri, fjölmennari og veltu meiri fyrirtæki. Tæplega 4 af hverjum 5 fyrirtækjum segjast búa við mikla samkeppni. Einungis 5% segjast búast við litla samkeppni. Svörunin var nokkuð breytileg eftir aldri fyrirtækja. Þannig var samkeppnin almennt séð metin minni eftir því sem fyrirtækin voru yngri. Þetta kann að skýrast að einhverju leyti af því að fyrirtæki sem að komið hafi inn á markaðan á síðustu árum bjóði sérhæfðari þjónustu sem ekki hafi verið til staðar áður. Mat á samkeppninni hélst einnig í hendur við veltu. Þannig voru veltu meiri fyrirtæki á því að samkeppnisstigið væri hærra á sínu markaði en veltu minni fyrirtæki. 90% fyrirtækja á Suðurnesjum sögðu sig búa við mikla samkeppni og var það hæsta hlutfallið yfir landið. Hlutfallið var lægst á Austurlandi eða 60%. Samkeppnisstigið var breytilegt eftir eðli starfsemi en samkeppnisstigið var metið hæst í gistingu og rekstri ferðaskrifstofa. Þannig sögðu 83% fyrirtæki í gistingu sem búa við mikla samkeppni en 84% ferðaskrifstofa. Hlutfallið var langlægst í afþreyingu eða 58%. Takk fyrir.